Þegar þér andum að vinir þínir muni eftir einhverju sérstöku sem á að gerast innan skams, þá líklegt að þú minnir þá á, svo að þeir gleymi sér ekki. Eins hlýtur Guði að liggja það mikið á hjarta að minna okkur á komu Krists í annað sinn til jarðar. Þar sem Biblía segir að minnstakosti 2000 sinnum frá væntanlegri komu hans. Fyrir hvern einn spádóm í Gamla testamentinu sem boðar fæðingu hans er að finna 8 spádóma sem kunngera komu hans í annað sinn. Hámark mannkynssögunnar virðist vera að koma Krists öðru sinni til jarðar og það jafnvel áður en langt líður, enda er það þessi viðburður sem flestir spádómar Biblíunnar beinast að. Skömmu áður Kristur dó á Golgata sagði hann við lærisveina sína: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Hver tilgangur komu hans í annað sinn til jarðar? Jú, hann sagðist koma aftur til þess að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Vonin að Kristur komi aftur, og það fyrr en síðar, hefur hjálpað þúsundum sem á liðnum tíma hafa liðið mótlæti og þjáningar fyrir trú sína og hollustu við drottinn. En hvernig mun hann koma og hvað gerist þegar hann kemur aftur? Þessu svarar orð Guðs mjög skilmerkilega. Allir munu sjá hann koma þegar hann dag einn birti skyndilega í skýjum himinsins. Þessu lýsir Jóhannes með þessum orðum: Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfur hefur Kristur mikið að segja endurkomu sína, eins og til dæmis þetta: Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Fyrir 2000 árum kom sonur Guð sem lítið og umkomulaust barn þegar hann fæddist í Betlehem. Honum var í rauninni úthýst frá gistiheimili staðarins og fengu foreldrar hans loks inni í gripahúsi. Því fór fjarri að konungur alheimsins fengi konunglegar móttökur. Sjálfur hafði hann ástæðu til þess að segja síðar: Refir eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Næst þegar hann kemur munu allir kannast við hann, en svo virðist af frásögnu Biblíunnar að þá munu ekki allir fagna komu hans í mætti og mikilli dýrð. Jóhannes fékk að sjá í sýn sumt af því sem gerist þegar drottinn mun birtast á himninum. Hann lýsir því með þessum orðum: Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman, og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum, og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla, og þeir segja við fjöllin og hamrana: Hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætunu situr, og fyrir reiði lamsins, því að kominn er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist. Fólki hlýtur að líða ákaflega illa þegar það vill fremur láta klettana kremja sig til bana en horfast í augu við frelsarann. Ekki munu þó allir bregða svona við komu Krist, því að við lesum eftirfarandi lýsingu Jesaja á viðbrögðum þeirra sem þrá komu Krists. Á þeim degi mun sagt verða: Sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hinar fjölmörgu lýsingar Biblíunnar á væntanlegri komu Krists
sýna svo að ekki verður villst, að allir munu verða vitni að komu Drottins. Sálmaskáldi segir til dæmis: vor Guð kemur og þegir ekki, eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geysar stormurinn. Páll postuli skrifa líka hávaða sem augljóst að allir muni heyra, því að sjálfur Drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust, með básúnu Guðs. Af þessum lýsingum má sjá að Guð ætlast til þess að enginn missi af því að sjá Krist koma til jarðar í næsta sinn. En hvernig mun Drottinn koma aftur? Kristus svaraði þessari spurningu sjálfur með þessum orðum: en þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum, né sonurinn, enginn nema Faðirinn einn. Og þó hefur Jesús Kristur gefið okkur ákveðnar vísbendingar sem sýna okkur svo að ekki verður villst að koma hans í nánd. Við skulum skoða nokkrar þeirra. Skömmu áður en Jesús var handtekinn og krossfestur, spurðu lærisveinar hans hvaða tákn myndu sýna þeim að koma hans væri að nálgast. Hann nefndi til dæmis styrjaldir og hungur á meðal manna, einnig jarðskjálfta, en eflaust benda einhverjir á þá staðreynd að styrjaldir, hungur og landskjálftar hafi alltaf verið viðloðandi í mannkynssögunni. Vissulega, en svo virðist sem Drottinn sé hér að leggja áherslu á sívaxandi vanda af þessum sökum. Aðeins 2 heimsstyrjaldir hafa á sér stað í mannkynssögunni og þær hafa báðar verið tiltölulega nýlega með skelfilegum afleiðingum og manntjóni. Hungur sívaxandi vandamál í mörgum löndum heims og þrátt fyrir vaxandi velmegun í sumum löndum hafa menn miklar áhyggjur af offjölgun mannkynsins og þar með getu jarðarbúa til að brauðfæða alla jarðarbúa. Jarðskjálftar færast í aukana, gífurleg eyðilegging á sér stað árlega í hinum ýmsu löndum af völdum landskjálfta. Kaliforníubúar búast við stóra jarðskjálftanum og í Íslandi bíða menn eftir stóra Suðurlandsskjálftanum. Einnig höfum við séð óveður og fellibylji víða heim af þeirri stærðargráðu og með slíkum eyðileggingarmætti að menn spyrja hvort náttúran sé að fara úr skorðum. Menn hafa áhyggjur af gróðurhúsa áhrifum sem breyta veðurfari og loftslagi og allir eru uggandi út af mengunar áhrifum okkar sjálfra á allt umhverfið, að ekki sé minnst á ósonlagið. Jesús sagði: tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu niðri angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný, menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu bifast. Jarðskjálftar og aðra náttúruhamfarir munu ná hámarki í þeim alstærsta landskjálfta sem nokkur tíma mun verða, rétt það leyti að Drottinn kemur aftur. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Ennfremur sagði Kristur að lögleysi manna muni magnast og það staðreynd sem blasir við öllum í dag, enda hafa glæpir af öllu tagi margfaldast svo að menn hafa miklar áhyggjur af. Og Drottinn nefndi tákn af öðru tagi sem einnig vert að skoða nánar. Í 24. kafla Mattheusarguðspjalls varar Kristur þrívegis við falsbámönnum og einstaklingum sem leiða fólk afvega frá sannleikanum. Engum dylst hve mjög hefur fjölgað kennimönnum og trúfélögum sem boða kenningar í nafni Jesú Krists. Sjálfur hefur Kristur ýmislegt að segja þetta fyrirbæri í trúarflórunni sem flokkast undir tákn og vísbendingar að koma hans sé nálæg. Ekki mun hver sá við mig segir Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi: Herra, Herra, höfum vér ekki kennt í þínu nafni,
rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér, illgjörða menn. Hér Drottinn ómyrkur í máli, þegar hann afneitar mörgum sem segjast kenna, boða og prédika í Jesú nafni. Sumir gera mikil kraftaverk og samt mun Kristur ekki kannast við þá sem sína þjóna. Þetta verðugt umhugsunarefni. Það að menn gerir kraftaverk ekki endilega vísbending þess að þeir séu þjónar Guðs eða talsmenn hans. Síðasta táknið í upptalningu Drottins, það sem hann lagði sérstaka áherslu á, sýnir að hann fer senn að koma aftur til jarðar. Þetta tákn felst í því að boðun fagnaðar erindisins mun ná til allra jarðarbúa. Það ekki mörg ár síðan frjáls og óhindruð boðun fagnaðar erindisins var stranglega bönnuð innan Sovétríkjanna. En á örskamri stundu hrundi Berlínarmúrinn og stjórnarfarið á stórum hluta jarðarinnar gjörbreyttist. Allt í einu var allt galopið til að boða Jesú Krist á meðal hundruða milljóna sem fram að þessu voru útilokaðir frá kristinni trú. Sjálfur átti ég þess kost fyrir fáeinum árum að flytja erindi dag eftir dag og það tvisvar á dag í heilan mánuð biblíulegu efni í aðalstöðvum kommúnistaflokksins í borginni Veszprém í Ungverjalandi. Borgarbúar sögðu mér aftur og aftur hve furðu lostnir þeir væru yfir þeim breytingum sem voru að gerast í þjóðlífi þeirra. Þeir áttu ekki orð til að lýsa gleði sinni yfir þeirri staðreynd að ég stæði þarna frammi fyrir þeim vikum saman í helgidómi kommúnistaflokksins að prédika Jesú Krist. Jesús sagði að ein síðasta vísbendingin að koma hans væri í nánd, væri boðun fagnaðar erindisins allan heim. Byltingin á sviði fjölmiðlana gjörir þetta mögulegt í dag. Á internetinu geta menn nú þegar haft samband við nær alla allan heim, hvenar sem Þegar boðun fagnaðar erindisins nær til alls heimsins, segir Jesús, þá mun endurinn koma. Ítrekuð áhersla Drottins á endi og endalok vekja ef til vill óhug hjá þeim á hlýða, enda geta slík hugtök haft á sig það yfirbragð sem boðar algjör endalok með engu framhaldi. Framhaldið, hvers eðlis sem það kann að vera, virðist fara eftir viðbrögðum hvers og eins. Takið eftir þessari hvatningu Krists sem að gaf í sambandi við tilkomu allra táknana nálægð komu hans. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausn yðar í nánd. Koma Krists í annað sinn það allra besta sem við getum upplifað. Það að segja, þegar við setjum allt okkar traust á Drottinn og tökum mark á orði hans. Eða eins og við höfum þegar séð að framan, munu margir fara í felur, í angist, þegar Kristur kemur aftur. Hann segir, þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr 4 himinskauta milli. Af hverju munu sumir bregðast við í angist og með kveinstöfum þegar frelsarinn kemur til að frelsa fólk? Eflaust vilja sumir í hjarta sínu vilja vera viðbúnir komu hans og fara fagnandi heim með honum inn í dýrðarríki hans. Jesús gefur okkur vísbendingar ástæðuna. Hann sagði til dæmis, eins og var á dögum Nóa,
Svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk inn í örkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreif þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekinn, hinn skilinn eftir. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekinn, hinn skilinn eftir. Það ekkert rangt við það að giftast og kvænast eða að eta og drekka, svo lengi sem allrar siðsemi gætt. Kristur var hér einfaldlega að lýsa því hvernig fólk á síðustu tímum muni lifa lífinu eins og það gerir frá degi til dags, eins og ekkert merkilegt sé á næsta leiti, og því síður að dagur drottins sé það bil að renna upp. Þessi orð Jesú gefa til kynna að margir munu hreinlega ekkert kæra sig boðskap Biblíunnar, væntanlegt uppgjör Guðs vegna syndar á jörðinni. Þeir hafa engan gaum gefið boðun þeirri sem á sér stað væntanlega komu Krists til jarðar í annað sinn. Þeir kæra sig kollótta allt þar til þeir uppgötva sér til skelfingar að Kristur kominn, að þá of seint að iðrast. Almennt virðist fólk lifa lífinu án þess að gefa nokkur gaum að orði Guðs, viðvörunu drottins eða táknum þeim og vísbendingum að koma Krists sé nálæg. Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til að hugsa upphátt, hann sagði: mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Þannig gaf hann til kynna að þeir yrðu sennilega í minnihlutanum, þeir sem líta til komu hans með tilhlökkun. Biblían gefur það mjög ákveðið til kynna að við getum flýtt fyrir komu hans. Pétur postuli skrifaði: þar allt þetta ferst þannig, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. Að flýta þannig fyrir því að Kristur komi aftur virðist vera nátengt því starfi að boða fagnaðarerindið allan heiminn. Því fyrr sem því starfi lýkur, því fyrr kemur Kristur aftur, og því fyrr getum við farið heim með honum inn í dýrðarríki hans. Páll postuli þráði svo mikið komu Krists að hann kallaði hana hina sælu von. Og vissulega hafa kristnir í gegnum aldirnar ákaft þráð að dagur drottins rynni upp fyrr en seinna. Þeir héldu staðfastlega í loforð Jesú Krists að sagði: ég mun koma aftur. Þetta loforð drottins gaf þeim þrek til að þreyja þótt biðin væri löng og erfið. Þegar síðari heimsstyrjöldi stóð sem hæst var Douglas MacArthur hershöfðingi Bandaríkjanna með aðalstöðvar herafla síns á Filippseyju og þaðan stjórnaði hann aðgerðum gegn Japunum. Þó fór svo að hann varð að yfirgefa eyjarnar hann hörfaði með hermenn sína undan ofurefli Japana. Þetta olli eyjaskeggjum miklum vonbrigðum sem þeir létu óspart í ljósi. Þá gaf hershöfðinginn innfættum eftirfarandi loforð: ég mun koma aftur. Og þetta loforð var það haldreipi sem hersetnir eyjaskeggjar héldu í á erfiðum styrjaldarárunum. Hann sagðist koma aftur, hann lofaði að koma aftur, hann hlýtur að koma aftur, sögðu menn. Vonin var hið eina sem gaf þeim þrek til að þreyja, og MacArthur kom aftur, hann stóð við loforð sitt, og fagnaðarlætin áttu sér engin takmörk þegar eyjarnar voru endurheimtar og óvinirnir voru hraktir á brott. Kristur gaf líka loforð að koma aftur. Við skulum endurtaka loforð hans hann sagði: þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Loforð drottins hafa aldrei brugðist og hann mun alls ekki bregðast vonum okkar í þessu efni.
En það eitthvað sérstakt sem mun gerast við komu Krists sem gerir það að verkum að kristið fólk þráir svo ákaft að hann komi sem allra fyrst. Biblía minnist ofta á upprisu dauðra og endurfundi ástvina sem hafa verið aðskildir í dauðanum lengri eða skemmri tíma. Þetta efni og svo ástandina dánu munum við skoða nánar síðar. Þó vil ég geta tveggja yfirlýsinga drottins varðandi væntanlega upprisu dauðra. Jesús sagði: undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa til dómsins. Í fyrra bréfi sínu til hinna trúuðu í Þessalóníku skrifaði Páll postuli eftirfarandi uppörfun sem einnig lýsi því sem mun gerast þegar Jesús kemur aftur. Því að það segjum við yður, og það orð drottins, að vér sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið fyrir hver annan með þessum orðum. Hér fer það ekkert á milli mála að drottin kemur til jarðar sérstaklega til þess að sækja sitt fólk og fylgja því til himins. Þvílík móttöku athöfn það verður sem íbúar himinsins stofna til þegar þeir íbúar jarðarinnar, þeir sem á annað borð kæra sig það, verða sóttir af Jesú Kristi og fluttir í fylgd engla skara himinsins inn í dýrðaríki Guðs. Ég vil minna á þá eftirvæntingu sem einkenndi trúarhetjurnar sem sagti frá í Hebreabréfinu. En nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þeir sem játa trú á Jesú Krist hafa vissulega ástæðu til þess að hlakka mikið til komu hans til jarðar innan skams. Samkvæmt spádómum Biblíunnar og atburðarás þeirri sem drottin hefur opinberað að muni eiga sér stað fram að endurkomi Jesú, eru alla líkur á að koma Krists sé nálæg. Fyrir mörgum mun það verða mikil gleði dagur, ekki síst þeirra sem búið hafa við mótlæti, hatur, sjúkdóma og sorg, því að þá lausnardagur þeirra upprunnin. Dag nokkur mun endir verða bundin á þjáningar og vonbrigði, stríð og ofbeldi og alla óhamingju. Hvílíkur dýrðar dagur það verður. Innan skams munum við líta upp í himinin og sjá bjartan debil birtast hátt á himni í fjarska sem nálgast og stækkar óðum. Fljótlega komust við að raunum það að hér ekki á ferðinni gervihnöttur eða halastjarna, heldur drottinn Jesús Kristur, umkringdur herskar af englum himinsins. Hvílík sjón, hvílík dýrð og hvílíkur dagur. Kristur þá kominn til þess að sækja þig og bjóða þér að ganga með sér inn í þá dýrð og gleði og hamingju sem allir njóta á himni og sem aldrei mun enda. Hann hefur áður í fyrri komu sinni til jarðar fórnað öllu til þess að geta nú að þessu sinni boðið þér ný heimkynni, þar sem synd og afleiðinga syndar verða ekki til alla eilíð. Þá verða glaðir endurfundir ástvina, þá verður allt gott að nýju, að eilífu, eða eins og segir í orði Guðs: og sá sem í hásætunu sat, sagði: sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir: rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Já, Kristur mun kom aftur. Þessa von eiga flestir Íslendingar sameiginlega. Þeir sem í trúarjátningu sinni segja meðal annars:
Ég trúi á Jesum Krist, hans enga son, drottin vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma og dæma lifendur og dauða. Kjarni kristinna trúar fæðing Jesú Krists á meðal manna, sem hann síðan dó fyrir til að friðþægja fyrir syndi þeirra, til þess að þeir mættu öðlast eilíft líf. En boðun fagnaðar erindisins verður engan veginn lokið fyrir en allir jarðarbúar hafa fengið tækifæri til að búa sig undir komu Krists til jarðar í annað sinn. Það að segja eftir sjálfur vilja. Jesús Kristur lofaði því að koma aftur og þar sem drottin hefur aldrei gengið á bak orða sinna, þá mun hann koma aftur til jarðar. Samkvæmt spádómum þeim sem Kristur sjálfur boðaði eru miklar líkur á því að hann komi áður en langt líður. Í síðasta kafla Biblíunnar segir drottin: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Postulasagan lýsir því þegar Kristur varð uppnuminn til himins fyrir augum lærisveina sinna. Eftir að hann hafði gefið þeim síðustu leiðbeiningarnar heldur frásögnin áfram með þessum orðum: Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu: Galileumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesú, sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þessir 2 gestir voru englar Guðs sem drottin sendi til þess að minna lærisveinana á að Kristur mun koma aftur og að hann mun koma á sama hátt og hann fór til himins. Eins og hann fór burt í skýjum, eins mun hann koma aftur í skýjum. Þó að uppfylling spádóma Biblíuna sýni okkur að endurkoma Krists sé nálæg, vitum við þó alls ekki hvenar það verður. Kristur sagði sjálfur: En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himnum, né sonurinn, enginn nema Faðirinn einn. Þetta segir okkur að við eigum alls ekki að setja og getum heldur ekki sett neinar dagsetningar þar að lútandi. Svo virðist sem drottin hafi vitað að menn myndu fyrirfram reyna að ákveða dagsetningu komu hans og þess vegna hafi hann kveðið svo sterkt að orði gegn slíku. Og það var fleira sem hann varaði okkur við að ánetjast, sem koma mun upp skömmu fyrir komu hans aftur til jarðar. Hann sagði til dæmis þetta: Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Þessi aðvörun drottins hvetur okkur til þess að vera á varðbergi gagnvart því að einhverju munu boða það að drottinn sé þegar kominn, að hann hafi þegar sést á ýmsum stöðum, þótt ekki hafi allir séð hann. Kristur varar við slíkum fréttaflutningi. Í Biblíunni endurkoma Krists boðuð mjög ákveðið sem sérstakur dagur í framtíðinni og það augljóst af þeim lýsingum og áherslum sem orð Guðs gefur þessu mesta viðburði mannkynssögunnar, að Guð vill ekki að nokkur velkist í vafa eðli þessa atburðar og hvernig Jesús muni koma aftur. Þá munu slíkir atburði gerast að engum mun dyljast að dagur drottins sé upprunnin. Þó að einstaklingar segi til dæmis: Jesús í hjarta mínu, eða Kristur kom inn í líf mitt í fyrra, þá koma slíkar persónulega reynslur engan veginn í staðinn fyrir margboðaða komu Krists til jarðar í mætti og mikilli dýrð.
Lýsingar Biblíunnar á þeim stórbrotnu atburðum sem gerast á jörðinni þegar Kristur kemur aftur eru þess eðlis að koma hans getur engum dulist. Af öllu því sem við nú höfum skoðað í orði Guðs að þessu sinni varðandi endurkomu Krists, þá getum við verið viss að eftirfarandi atriði munu gerast. Allir á jörðinni munu sjá hann birtast með englum sínum uppi á himinhvolfinu. Allir munu heyra mikinn hávaða þegar hann kemur, til dæmis lúðurhljóm og drunur. Mikill jarðskjálfti mun hrista og skekja alla jörðina. Fjöll munu færast úr stað og eyjar sökkva í sæ. Dauðir munu rísa upp úr gröfum sínum. Sumir jarðarbúar munu gleðjast yfir komu Krists, aðrir verða skelfingu lostnir. Þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem frelsara sinn og drottinn munu fara til fundar við hann í loftinu og halda síðan til himins. Vissulega verður dagur drottins viðburðaríkur dagur og örlagaríkur, svo að ekki sé fastar að orði kveðið. Biblían boðar að allt þetta muni gerast áður en langt líður. Ég hvet þig til þess að skoða hug þinn og viðhorf gagnvart kærleiksríkum Guði og áformi hans öllum mönnum til eilífs lífs. Ég hvet þig til þess að virða fyrir þér Jesú Krist sem frelsara þinn og einnig sem eilífan konung sem kemur í skýjum himinsins til þess að sækja þig ef þú kærir þig það. Drottinn leggur áherslu á það í orði sínu, Biblíunni, að nú sé náðar tími, að tíminn til að undirbúa sig fyrir hinn mikla dag drottins sé einmitt núna. Hann segir: á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Ég hlakka til þess að taka á móti honum, en þú, hvað vilt þú gera með Jesú Krist?